Sko, það ekki hægt að gera annað en að vinna með það sem maður hefur í höndunum og vinna í þeim aðstæðum sem maður Þetta segi ég út af því að ég hef núna neyðst til að vera á efri hæðinni í húsinu mínu að búa til mitt fræga podcast út af því að ég nenni ekki vera að trufla börnum þegar þau koma heim eftir smástund og því að það stuttur skóladagur að það síðasti dagur fyrir frí, litli jól og eitthvað svona og það hávaða rok úti og það nötrar, það brakar og brestur í öllu hérna efri hæðinni. Eina góða við þetta herbergi sem ég í að ég veit ekki hvort það eitthvað aðhita veitu lagna rörunum í þessu húsi en gólfið mega heitt. Það ekki búið að leggja hita í gólfun samt hérna uppi. Þetta bara í þessu herbergi. Þannig að mér veglega heitt á rassinum núna af því að ég sit á gólfinu. Þú veist, svona það bara og ég meina ég get ekkert verið að frekjast yfir því, ég get ekki verið með fína merkið mitt upp á vegg, ég bara að halda því. Þú ert sem sagt að horfa á Vatnsnes Jarn podcastið, þetta þáttur númer hver veit hvað, ég veit það ekki, allavega sería 2, það var ákveðið. Þetta síðasti þáttur fyrir jól, ég ætlaði, mér finnst leiðilegt, mér finnst leiðilegt að fólk að segja, ég ætlaði nú að gera podcast þarna og þetta alveg svo þegar þú veist, blogg var svakalega inn og þá var alltaf verið að skrifa já, ég ætlaði nú og sítt hvað langt síðan ég bloggaði og eitthvað svona. Þú veist, ég alveg seg þetta, en það var þannig að ég datt í aðeins verkefni önnur sem að voru bara þannig að ég gat ekki sagt, heyrðu, ég kemst ekki í aðvendumessu upptökuna fyrir þegar ég búin að gera podcastið mitt. Þú veist, að maður verður að vera til staðar sko í aðvendumessu upptökunni ef maður ætlar að taka þau upp. Ég sem sagt var að hjálpa til við að taka upp og klippa til aðvendumessu. Þetta var reyndar ekki aðvendumessa, þetta var svona aðvendustund hérna í kirkjunni á Hvammstanga. Og svo þar á eftir, þá við systir mín höfðum sko ákveðið að gefa foreldrum okkar gjöf, ég að fatta, ég get kannski ekki sagt þetta, ég veit ekki hvort að mamma að horfa á þetta, ég veit að hinir foreldrar ekki að horfa á þetta, en við ákveðum að gefa foreldrum okkar, þau eru 3, svona ættartrés dæmi og það sem sagt lá mín megin að græja í tölvunni það sem maður þurfti að græja fyrir þessa gjöf. Það tók líka heilangan tíma. Þetta sem sagt mín afsökun fyrir að hafa svikið, ég veit ekki hvernig eiginlega sjálfa mig kannski mest að hafa ekki gert svona vikulegt sjó núna í desember. Þú veist, Guð blessi þá sem að gera svona vlogmas, taka upp á hverjum degi eitthvað sem verið að gera. Þú veist, ég myndi freka treysta mér það í janúar þegar það ekkert annað að ske heldur en þú veist, lífið. Allavega hana. Ég svipti nú að mér hulunni bara. Þetta sjalið sem í aðvendudagatalinu frá mér sem að margar dömur að prjóna. Ég með 2 klár. Fyrsta klára sem ég vil ræða þessi fabulous húa hérna. Hún uppskriftin bara eitthvað reiðuleguleg. Fann einhverja uppfitt eða þú veist einhverja uppskrift og fytjaði upp bara lært súfa þegar ég með ótrúlega stórt höfuð og bara fytjaði upp og prjónaði bara eitthvað og tók svo úr einhvern veginn líka. Þannig að þetta bara svona eitthvað blub, blub. Og það sem ég notaði, það var Suri Alpaca Sport grófleiki. Sportgrófleiki sem að indælt gagn og eitt af því sem var í aðvendudagatalinu og kom úr pakka nr. 2 og þetta sem að heitir Bubbles það svona random hnúðar eða hvað ég kalli þetta það svona random hnúðar sem að mynda eins konar bublur í þessu máli
og ég er með 2 þræði saman sem að mynda þetta skemmtilega efni hérna, eða mér finnst allavega. Þú veist, þið kemur bara algjörlega random þarna hnúðarnir og ég er bara mega ánægð. Mér finnst hún skemmtileg sko, svo finnst mér hún líka heldur ekki síður á röngunni. Þú veist, það kemur líka mjög vel út. Ég held að það geti bara, þú veist, verið í zoominu þegar ég er búin að segja að þetta hefur verið zoomi. Anywho, ég strax kom með pantanir í peysur með þessu kombói. Ekki reyndar sko Suri alpaka því að ég á það ekki til meira. Ég á eitthvað 2 svona gráar hespur og 3 bleikar sem ég glemdi alltaf að setja á netið. Gera það kannski í tækifæri. En það er náttúrulega hægt að nota hvaða gatt sem er, þú veist, fingering eða DK eða þú veist, það er þetta hérna, þess að Bubbles gatni sem gerir þessa skemmtilegu áferð. Ég myndi segja sko að fingering grófleiki og Bubbles væri sennilega DK-ish grófleiki. Og hitt sem að ég kláraði var sokkaparið. Nú er komið í ljós að ég mun ekki klára að gera, ég held ég hafði ætlað mér að gera 20 eitthvað sokkapör til að gefa í jólagjafir. Það er út af því að ég er bara búin með 1 par og síðasti dagur til að senda eitthvað í post hérna frá Hvammstanga er í dag, þannig að þú veist, ég bara held áfram ótröð fyrir næstu jól. Og svo náttúrulega má ég líka alveg gefa sokka í bara gjöf þegar mér sýnist. Ég þarf ekkert að gera það bara jól sko. En sokkarnir sem ég kláraði eru þessir hér. Þú veist, ég er ekki búin að ganga frá og ég á ekki svona sokkblokkar. Alltaf þetta mér eitthvað annað orð í hug. Og kokkblokkur þegar ég segi sokkblokkar. Og mér langar til að fá mig svoleiðis af því það er svo fancy þegar maður stillir síðan hérna sokkunum sínum upp. Til sýnis fyrir alla hina sem að þurfa að sjá sokkana manns. En garnið er sem sagt DK Silver Linings. Það er pínlítið svona silfur þráður í því og þannig að það stirnir pínu á það og það er líka stroffin á því. Búin að vera að, þú veist, gera alls konar hæla og alls konar tær. Það sem ég komist að, sko, sumar uppskriftir þá þarftu að, þú veist, taka úr, til dæmis eða bæði hæla og tó, tekur maður úr, þú veist, eitthvað og dregur svo í gegn bandi kannski síðustu 8 líkjurnar eða 6 eða eitthvað þannig. Finnst það ekki alveg nóg gott, þannig að ég hef verið að gera þarna kitchen stitch, bæði á hæla og tó. Þannig er hællinn. Út af því að, þú veist, kannski bara passa að tánum að mér betur eða þá að mér finnst það flottara. Ég held að það sé bara annarkvort það. Já, sem sagt. Og svo það er það sem ég er búin að vera velta fyrir mér. Hvers konar tær og hæl ég er að gera og hve djúpur hællinn er og hvernig úrtakan lítur út. Það er aðeins í taugarnar á mér svona eitt og annað í prjóni. Eins og, þú veist, úrtaka í berist ekki á peysu þar sem að sést annarkvort bara í munstrinu eða þá bara eða þú ert með einlita peysu. Það sést alveg að það er eitthvað að gerast þannig að geta reglulega í eins og hálsmenn eða þannig. Og hins vegar þegar allavega ég er að gera sokka þá ger ég þú veist í upphafi umferðar þegar ég er að taka úr þá ger ég bara prjóna 2 saman og svo í endanum þá ger ég færi 2 yfir á hægri prjónin og svo aftur yfir á vinstri prjónin og prjóna svo saman, þú veist, ég er búin að snúa þeim og þá myndast, þú veist, hérna megin er þegar ég er búin að taka 2 af og snúa þeim og hérna megin kemur þetta svona út þegar ég gerir bara, þú veist, venjulega úrtöku. Sko, ég væri eiginlega til í að báðu megin væri með svona. Mér finnst þetta einhvern veginn vera eitthvað svo næs lína.
og svo ég að gera sko 2 lykkjur áður en ég tek úr og svo skilurðu 2 lykkjur eftir ég tek úr hinum megin. Þannig að það myndast pínu, þú veist, kantur. Hvar á móti einhverjar uppskriftir sem ég hef gert í fyrndinni hljóðma upp á að taka úr bara síðustu lykkjuna. Þá finnst mér koma svona gap, þú veist, þá kemur svona gap hérna. En þú veist, þetta auðvitað bara allt eitthvað svona smáatriði og hentisemi, eða þú veist, bara svona smáatriði sem að mér finnst samt skipta með apparently máli. Nú, þetta eru þessi 2 klár sem ég er með. Þessir Fabulous sokkar sem að munu fara í einhvern pakka einhvern tímann og húfan góða, þú veist, hún er skvissi og mjúk og svona, þú veist. Eina sem ég gerði hér sem að ég sé núna er ekki alveg nógu heppilegt, þó að það hafi teikst aðeins eftir svona þegar ég er að setja hana á mig og svona, þú veist, ég er ekki búin að þúa hana. Ég veit kannski prófa það að sjá hvað gerist. En ég sem sagt fitjaði upp á bara með þessu og ekki sem sagt báða þræðina saman. Út af því ég byrjaði á því og það bara einhvern veginn af því það eru sem hnúðar á gatninu, þá bara einhvern veginn var það ótrúlega leiðilegt viðuregnar að vera að fitja upp á með því. Þannig að uppfitin er helst til þröng eða svoleiðis. Kannski kemur það samt bara vel út, þú veist, mér finnst það ekki beint óþægilegt sko að hafa hana eða neitt þannig. Að ég þvæ hana og sé hvernig það er. Sko, og svo eru náttúrulega búin öll þessi stóru verkefni haustsins eða svona seinni hluta árs eins og aðventudagatalið og jóladagatalið og þú veist, hin og þessi verkefni sem að ég gat ekki sem sagt tekið prjón fram yfir. Ég held að húsið sé að fjúka. Og þannig að þar sem að þau eru öll búin og síðasti póstsendingadagur sem að pósturinn garanterar að verði komin fyrir jól til fólks, hann er í dag, þannig að síðasti dagurinn sem ég er með einhver áhyggjur á því að hlaupa út í pósthús með það sem þarf að komast fyrir jól, bæði pantanir og annað, er í dag, þannig að ég, þú veist, á morgun þá er ég með 0 áhyggjur af því, fer auðvitað í pósthúsið meðan það er opið. Þetta er bara svona, þú veist, það liggur svo á því ef fólk vill fá eitthvað fyrir jól, þú veist, þá er það í dag. Og ég mun ekki leita neinar pantanir héðan frá sem að berast fyrir en, ég veit það ekki, kannski milli jól og nýjárs. Eða þá ekki fyrir en eftir áramót, af því að jólin eru bara einhvern veginn þannig uppsett. Hver setur upp þessi jól? Að þú veist, aðfangadagur er fimmtudegi, svo kemur bara frí og svo er, þú veist, það eru bara eitthvað 3 dagar eða ekki í vikunu eftir sem eru vinnudagar, þannig að þú veist, það væri ekki beinlínis líklegt að ég myndi ná að lita einhver ósköp og koma þeim í póst og að kaupandinn myndi fá það í hendurnar á þessum tíma með þetta svona inn í hú. Verkefnin sem ég er búin að vera að bíða með og og er búin að vera að setja, þú veist, vinnuverkefni og eiginlega jólapeysuna þarna á Wintersól og alla sokkana sem ég ætlaði að gera framfyrir er No Frills peysan sem ég er að gera úr tweed.dk. Sko, heldur ekki. Ég er ógeðslega spennt að klára hana. Vestur fjandi að ég er búin að taka prjónana af snúrinu og ég man ekki alveg. Sko, mér finnst í huganum, ég hafi hugsað með mér, ég er bara að prjóna með prjónum sem gefnir eru upp í uppskriftum þessa dagana. Þannig að þú veist, ég hef ekki þurft að muna það beint, en samt er ég búin að skrá á Ravelry appið í símanum að ég sé að gera þessa peysu og allt aðra prjónastærðir heldur en er í uppskriftinni. En þú veist, ég byrja bara að prjóna og svo sé ég hvort það er eins eða ekki eins. Ég á sem sagt eftir ermarnar báðar. Og þetta tweed.dk, það flýgur bara alltaf út þegar það kemur. Ég á það ekki til í augnablikinu, það kemur aftur eftir áramót. Ég get pantað það í janúar, það er uppselt hjá Byrgja.
Og svo næsta sem ég ætla að vinda mér í að prjóna, eða klára, þú veist ekkert að prjóna, það er að klára einmitt líka ermarnar á króknum mínum. Þessa peysu og Wintersole peysuna sem ég er búin að tala svona frundalega mikið og ætla ekki að láta koma fram í þessu podcasti. Ég var samt að þess að aðtöku hvort hún væri kannski í dótinu mínu og svo ég myndi geta sýnt þér hana, en þú veist, hún það ekki. Prjónað úr Trúmerín og Aran, sem að ég á til. Það fekk ég núna í vikunni á lager. Þetta er sem Simplify liturinn og svo afgangarnir úr Wintersole. Ok, pínlítið Wintersole, allavega garnir sem fóru í hana. Getur maður verið hrifin að einni peysu? Ha? Ég á hellingsafgang, verð ég að segja. Þú veist, það fór ekki, þetta eru munsturlitirnir. Náttúrulega með þessum græna, en þú veist, það fór ekkert ýkja mikið af, þú veist, þessu. Og ég glemdi að vigta peysuna. Ég ætlaði algjörlega að gera það og segja þér hversu þung hún er, af því að, þú veist, maður er alveg bara, það er nú bara, þú veist, 166 metrar á svona aranhespur, hvort maður þurfi ekki 700 hespur til að gera eina peysu, en það er ekkert þannig. Ég held ég að farið með, þú veist, mér finnst ég að hafa farið með 4 og einhvað hálfa kannski í aðalitin og ég geri peysu large og þú veist, einhvað af báðum aukalitunum, skilurðu mig. Skal bara reyna að muna að vigta þetta einhvern tímann. Og þú veist, ekkert til þess að því þú ætlar svona rosa mikið að fara að gera Wintersole og þessu garni, bara svona til að, þú veist, hafa hvað maður mögulega er að fara með í peysu af arangarni. Reyndar er svolítið þyngd í þessu, já, þú veist, ég er geggjað að fíla þetta. Ógeðslega mjúkt, fabulous að vera umvafin þessu í þessum vetri hérna. En þetta eru sem sagt verkefni sem að ég er búin að vera spennt yfir að klára. Og síðasta verkið í vinnslu, það eru sokkalingar sem að ég, þú veist, er hitt parið sem ég ætlaði að gefa í jólagjöf. Par númer 2 af þessum 20. Hér er ég búin að gera mikið dýpri hæl. Þetta er sokkur á mann sem notar 46. Þannig að ég er með 72 lykkjur í uppfit og þetta er sokkasnákur sem að ég sendi gatið mitt til hennar Helgu, sokkasnákar Helgu. Ég get fundið það á Facebook og eitthvað. Og svo prjónaði ég bara hælina það við, þú veist, eins og ég er búin að marg segja, finnst mér. Já, sem sagt, mikið dýpri hæl, þú veist, það var ein prjóna vinkona sem sagði mér, eða lét mig að fá uppskrift. Ég vil ekki segja nafnið hennar þegar ég er búin að segja það núna í öllum þáttunum, held ég. Ónefnd kona í Hafnarfirði sagði mér að hún gerir hæl þannig að, þú veist, prjóna kannski 3 umferðir bara venjulegar fyrst og taka svo úr í 3. hverju umferð. Og mér reiknaðist til að mér þætti gott allavega fyrir þessa sokka sem eru stórir að gera, þú veist, ég er með 72 lykkjur í uppfit, það þýðir ég er með 36 lykkjur á, þú veist, hverjum prjóni, hverjum helming, af því að svona hugsa ég þetta mál. Og svo ger ég 3 sléttprjón bara fyrst og tek svo úr í 3. hverju umferð, ekki annarri hverju umferð. 3. hverju umferð þangað til ég á 22 lykkjur eftir á helming, eða þú veist, á öðrum helmingnum, eða þá 44 lykkjur, þá allt í lagi. Og svo í annarri hverju umferð þangað til ég á 14 lykkjur eða 28 lykkjur eftir. Og það finnst mér koma svona skemmtilega út. En svo náttúrulega kannski fer þetta líka bara eftir lagi, þú veist, fótar, þú veist, þetta hendar mér mjög vel. Ég á samsagt eftir að klára tásuna á hinum sokkjum. Sko, ég var með 20 gramma hespu og ég á aðra sko í sama lit, en það dugði semst ekki í stroff og hæl og tá á þessa sokka eins og ég er að prjóna það 20 gramma hespan. Þú veist, svolítið leiðilegt, af því að þú veist, það er pínu lítið eftir. En þú veist, fyrst ég á aðra þá finnst mér það í lagi, en þú veist, kannski vill maður líka alveg geta sagt svona, já, heyrðu, ég ætla að nota þú veist, það er töff að geta sagt 1 20 gramma hespa fer í
hæl og tá og stroff á eitt par af sokkum. En þá maður líka að finna út, þú veist, hvernig maður hefur það eftir stærð og sokk og svona. Og bla bla bla. Það sem ég hins vegar eftir af sokkasnappnum, það hellingur, þú veist, ég get pottþétt gert, og þetta úr einni hespu, 100 grama. Ég get pottþétt gert, þú veist, annað sokkapar sem líka með svona, þú veist, ekki íkja löngum legg. Já, þannig að þú veist, það bara allt í sokkum mína. Svo bara aðventan að vera búin, þú veist. Mér finnst það í himnalagi. Það sem kom upp úr aðventudagatalinu þriðja í aðventu var 2 50 grama hespur af BFL-gatni. Ég alltaf að verða meira og meira hrifin af því. BFL-gatninu þarf að segja. Og einn hlutur sem að ég veit að það eru mjög margir að spekulera hvað í fjárunum Anywho. Gatni sem kom, það var chestnut litur sem að nýr og ég alveg búin að vera að lita og búin að vera með settum og svona á vefnum hjá mér. Og svo þessi sem heitir Móar og ég ekki búin að lita hann ennþá. Svona þú veist, til að setja í almenna sölu. Mér finnst hann glorious. Ég hlakka ógeðslega til að sjá hvernig hann prjónast þessi litur. Það var óbæglega svona gylt yfirbragð á honum. Mér finnst þeir passa ógeðslega vel saman. Og það sem að kom með hluturinn, hann kom í svona poka. Annars vegar svona regnboga hreindýrapoka og hins vegar í svona glorious jólapoka. Þetta sem hérna ofan í eitt af því sem að ég núna að framleiða undir merkinu Good Omen. Og fer alveg að koma að því að geta sett það á netið og svona. Þannig að þú veist, ef ég opnum pokan, þá þetta svona fyrsta útgáfa af því sem að kallast saumasteinn. Brennimerkti lógóið í. Og þetta í sjálfu sér bara, þú veist, egglaga trébútur. Sem að ég fekk alveg rúa á tölvupóstum bara, hvað þetta? Kannski hafa sumir farið og googlað því að stendur darning egg sem að í raun og veru, þetta í raun og veru bara hjálpartæki í prjónalífinu. Saumasteinn orð sem ég fann hjá bara Þjóðminjasafninu eða einhverju svona byggðasafnaskrá eða ég held að sé Þjóðminjasafnið sem að bara við að googla sko. En þetta sem sagt tréhlutur sem að nota sem sagt til dæmis sem aðstoðartól við að stoppa í sokka. Eða stoppa í föt, ekki bara sokka. Þá tekur maður steininn, eða eggið, droppar hann ofan í sokkinn og þá ertu með svona hart yfirborð til að vinna með þegar þú kannski gera við gat og sokk. Og núna þurfa allir að fara að gera við, sko. Það þýðir ekki að fá bara gat á hælinn og bara henda því í rusli eða búa til einhvern svakalegan haug á sokkum sem enginn notar. Ég að segja við sjálfa mig, sko, bara ekki, ég ekki að fara að skipa þér fyrir eitthvað, ég meina, þú ræður þessu. Allavega. Þá þetta svona hart yfirborð og einnig, þú veist, segjum að þetta væri ermi og það væri gat á erminni eins og ég lenti í með loppeysuna mín og þú veist, og kom gat í handveginn og eitthvað. Að þá getur maður sem sagt farið inn í með eggið af því að maður gæti verið að gera við eitthvað þannig sem svona í, eins og ermar, þú veist, það liggja svona samsíða og vill kannski ekki lenda í því að vera búin að sauma í gat eða sauma whatever einhvað og svo bara báðar hliðar fastar saman, þú veist, gæti maður líka nýta í það. Svo bara geymir maður eggið sitt í þessum poka eða einhvers staðar og notar það. Það mjög fínt. Ég hef líka notað það til þess að bara þegar ganga frá eins og hæl og tá og sokk. Þetta alveg þægilegt sko. Það svona heldur gatninu einhvern veginn og já, mér finnst það bara þægilegt. Og svo fjórði í aðventu þá var svona knippi af mínihespum eða litlum hespum, 5 saman í þessum litum. Sem að þú veist, þó ég segi sjálf frá, mér finnst vera gorgeous. Og svo með litlu mínihespunum, þá var svona
prjónamerkja kippa. Það sem sagt hvað heitir þetta? Eitt framöndumerki sem er svona krók og svo 5 prjónamerki sem getur sett upp á prjónin. Þetta setti ég saman úr bara, rómantísku kúlum og perlum og glingri sem ég mögulega fann. Einnig verður þetta í undirmerkjum Good Omen bráðum. Og þá upptalið það sem kom upp úr aðventu dagatalinu þetta árið. Ég að vona að sem flestir hafi verið sem ánægðistir. Það var sem sagt verkefnapoki, hespur í þetta sjal og uppskriftin að því. Bara því ég með þetta með höndina. Þessar 2 hespur, þessar 2, saumasteinn, ullarsápa, handgerð og þessi prjónamerki og svo var líka prjónamerki sem við gerðum með upphástöfum þar sem áttu dagatalið. Og þá það jóladagatalið. Ég fór í síðasta þætti upp að 7. des, þannig að það eru alveg töluvert margar þespur sem ég get sýnt þér núna. 7. bleik. Ég man ekki hvort ég sagði þér síðast að þegar ég var að ákveða hvernig ég ætlaði að lita, hvaða lit ég ætlaði að nota, að þetta er röð sem make sense, en hún er ekki, hún er random, kemur random upp úr pökkunum, sko. Þetta er 8. þessi og 9. Þannig að þeir sem eru með þessar hespur í höndunum og eru kannski byrjaðir eða ekki byrjaðir að gera eitthvað úr því, að þetta á alltaf harmonera saman síðan, það er ekkert af þessu sem er síðan bara, eitthvað út úr kú. Ég að leita að 10. og hann hér. Græn. Sennilega er þetta mosi. Það ekki alveg. Ég samt með að skrifa, sko. Svona sætur brúnleitur ljós með upplífgandi spekli. Fagur fjólublár með áherslu á bláan. Nafa númer 12. Fagur fjólubleikur með áherslu á bleikan. Það var 13 og 14 kemur nú bara uppáhaldslitur allan tíma. Það er leynigesturinn. Hann er í hælinum á þessum sokk hérna. Og 15, ég er hressilega hrifin af þessum. Og 16. Þú veist. Og 17. 18. Þessi grár og 19. Þessi blár og með fjólubláum og svona pínu grænum speklum. Og svo 20. Kom darling. Þannig að þegar upp staðið, þá getur maður sett saman alls konar. Eða alla saman. Eða 2 bleika og 2 græna. Eða eitthvað af þessum bláu og gráa. Bláu og gráa græna. Eða græna og bláa og gráa. Planið var að þetta ætti alltaf geta harmonera saman. Það og þetta verður að vera einhvers konar poplitur líka, þetta er einn af þeim.
Þú veist, af því það svo skærbleikt og svo var annar í einhvers staðar á milli númer 1 og 6 sem var alveg bara bleikur. Þetta þá síðasti þáttur fyrir jól og ég ætla að fara yfir restina af því sem kom upp úr dagatalinu, þess jóladagatalinu, milli jól og nýjárs eða eftir áramót eða eitthvað og hvað framundan. Það bara alls konar síðan, þú veist, þetta ábyggilega fyrsta skipti samt að það komin þessi árstími og ég ekki með plan að bæta mig. Ég ekki komin með eitthvað svona áramótaheita eða þú veist, ég hef alltaf fengið svona svakalega á tilfinninguna að vilja breyta eða taka til eða þú veist, ég kannastu við þetta. Þú veist, ég veit ekki alveg hvað það en þú veist, það bara svona eitthvað nýbyrjun, eins og maður fá eitthvað svona ekstra tækifæri til að breyta einhverju eða að vera að tala til eins betra. En þú veist, þetta ár búið að vera fáránlegt. Jafn mikið fyrir mig og alla aðra held ég, eða marga aðra. Eiginlega bara með eindæmum erfitt og þú veist, veit ekki alveg hvernig ég vil lýsa þau öðruvísi en bara mér líður ekki eins og það sé þannig að ég hafi ekki kraft í að gera breytingar. Mér líður meira eins og ég hafi bara þörf fyrir að mér líður eiginlega meira eins og ég sé bara pínlítið sátt við hvernig hlutirnir eru bara, hvað ég reyna að segja. Þú veist, venjulega á þessum árstíma þá ég komin í svona bara, þú veist, búin að gera svona langar lista yfir hvað ég ætla að gera öðruvísi á næsta ári og svona. En þú veist, ég veit ekki hvort það þú veist, aldurinn eða þá þetta ár var fáránlegt, bara mörgu leyti ógeðslega erfitt. En allavega ég ekki komin neitt lista yfir, þú veist, hvaða breytingar ég vil gera. Og á hverju aldurinn, ég veit það ekki, þú veist. Það bara ótrúlega margt sem breytist með aldrinum og ég bara að hugsa í þessu samhengi hvort að það að ég sé ekki bara að massa einhverja breytingar eða einhverja betrun 1. janúar, að hvort að það tengist í að vera að eldast og þroskast eða hvort að allt það sem kom upp á hér í ár hafi, ég veit ekki, bara breytt mér pínlítið. Nú kannt þú vera forvitin, ég veit, en þú veist, kannski talaði það eitthvað seinna, þegar það komið aðeins meira svona perspektíf eða svoleiðis. Þú veist, ég held að ég hafi fengið einhvers konar hæfileika til að hafa yfirsýn og nú eins og ég sé að spurja hvort það sé þannig, af því ég veit það ekki alveg. En það allavega eins og þó að allt hafi komið fyrir, að þá ég samt eins konar sátt í hjartanu. Og þess vegna ekki með neitt svona rosalega lista yfir allt sem ég ætla að breyta eða bæta og græða gera. Heldur bara, þú veist, held ég að sé nauðsynlegt fyrir alla að taka bara einn dag í einu. Þú veist, ég hef verið að taka hálftíma í einu. Og það líka ágætt, þú veist, ef maður þarf á því að halda og svona. Ég veit ekki, nóg að blæri. Þannig að ég þakka bara kærlega og innilega fyrir áhorfið. Og sérstaklega þér sem ert búin að horfa á alla þættina. Og sérlega þér sem ert nýr áhorfandi. Allir eru velkomnir. Gleðileg jól. Við sjáum síðar.